5. fundur bæjarstjórnar Reykjanesbæjar haldinn í Merkinesi, Hljómahöll þann 21. maí árið 2024 klukkan 17 hér með settur. Viðstaddir eru bæjarfulltrúarnir Sverrir Bergmann Magnússon, Sigurrós Antonsdóttir, Halldóra Fríða Þorvaldsdóttir, Bjarni Páll Tryggvason, Díana Hilmarsdóttir, Valgerður Björk Pálsdóttir, Guðbergur Reynisson, Birgitta Rún Birgisdóttir, Gígja Sigríður Guðjónsdóttir, Margrét Þórarinsdóttir og í forsætishús sem hér stendur Guðný Birna Guðmundsdóttir. Einnig eru hér viðstödd Kjartan Már Kjartansson bæjarstjóri og Hrefna Gunnarsdóttir ritari bæjarstjórnar. Á dagskrá bæjarstjórnar í dag eru 7 fundarliðir, fundargerðir bæjarráðs frá 8. og 16. maí, fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 17. maí, fundargerð velferðarráðs frá 8. maí, fundargerð íþrótta- og tómstundaráðs frá 14. maí, fundargerð lýðheilsuráðs frá 14. maí, fundargerð menningar- og þjónusturáðs frá 17. maí og forsetakosningar þann 1. júní 2024, kosning á undir kjörstjórn. Nú nokkur atriði hér í byrjun fundar frá forseta. Hér 1. fundur hennar Gígju, bæjarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins og til hamingju með það og vertu hér hjartanlega velkomin. Nú hér í byrjun fundar vill forseti óska eftir leyfi frá bæjarfulltrúum til að taka hér fyrir auka mál að dagskrá. Hér gleymdist að vísa máli 1 frá fundargerð bæjarráðs frá 16. maí síðastliðnum, gjald vegna byggingaréttar og innviða til bæjarstjórnar sem sérstöku máli. Nú ljóst að í þessu máli stefnubreytingu að ræða sem krefst 2 umræðna fyrir bæjarstjórn og forseti sá á mánudag, sem sagt í gær, að máli var ekki á formlegri dagskrá bæjarstjórnar í dag og það sem að það var frídagur í gær komst þetta ekki til skila fyrir í morgun og biðst forseti velvirðingar á þessu. Nú þeir bæjarfulltrúar sem samþykkt geta vísa málinu til formlegra 1. umræðu hér í bæjarstjórn í dag vinsamlegast gefi þess merki. Og það samþykkt með öllum greiddum atkvæðum, kærar þakkir fyrir þetta, kæru bæjarfulltrúar. Nú samþykkt gjaldtöku innviða og byggingaréttargjalds í Reykjanesbæ fyrri umræða verður þá hér með formlega 8. mál á dagskrá fundarins hér í kvöld. Nú áður en forseti opnar hér umræðum fundargerðir bæjarráðs vill forseti svara hér fyrirspurn sem barst frá bæjarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins þann 7. maí síðastliðinn. Það sem bæjarfulltrúan Helga Jóhanna Oddsdóttir bar upp eftirfarandi fyrirspurn og vitnaði í mál nr. 6 frá bæjarráði þann 18. apríl. Varðandi framtíð Hljómahallar langar mig að spyrja meirihlutann út í bókun sem lögð var fram á fundi bæjarstjórnar þann 5. mars síðastliðinn. Í bókuninni kom fram nokkuð tækifæri sem meirihlutin sér myndast við flutning bókasafnsins í Hljómahöll. Eitt þeirra að byggja með upp samgöngumiðstöð við Hljómahöll og nýta þá húsnæði fyrir farþega almenningssamgangna. Spurningi mín því það rétt skilið að verið sé að stefna að því að Hljómahöll verði einnig notuð sem samgöngumiðstöð, líkt og framkom í bókun meirihlutans sem virðulegi forseti Guðný Birna Guðmundsdóttir lagði fram á fundi bæjarstjórnar þann 5. mars og óskað var eftir skriflegu svari. Nú úr bókun meirihlutans sem vísað í sem kom fram á bæjarstjórnarfundi þann 5. mars síðastliðinn kom eftirfarandi fram. Möguleiki á uppbyggingu á svæðinu til að mynda að setja útileiktæki á lóðina, byggja við Hljómahöll og jafnvel að setja samgöngumiðstöð þar í stað Krossmóa. Eins og þarna kemur fram þetta eitt af tækifærum okkar til framtíðar. Ný samgöngumiðstöð hefur ekki verið rædd formlega innan bæjarráðs né innan umhverfis- og skipulagsráðs og líkt og forseti kom hér inn á var tilkynnt sem hugmynd sem ekki hefur verið unni með nánar. Til að fara af stað með þetta verkefni sérstaklega þyrfti að stofna samgönguhóp sem færi við þau atriði sem samgöngumiðstöð þarf að búa yfir, hentugar staðsetningar, samræður við hagsmunahópa og svo framvegis. Slíkt verkefni ekki tímabært á þessum tímapunkti þar sem verkefni flutning bókasafnsins í Hljómahöll hefur forganginn. Nú, við hefjum hér umræður 1. fundarlið, fundargerð bæjarráðs frá 8. og 16. maí síðastliðnum og orðið laust fundargerðirnar. Halldóra Fríða Þorvaldsdóttir, gjörðu svo vel. Virðulegi forseti, ég ætla hér eins og áður að fara yfir nokkur mál í þeim fundargerðum sem við erum með hér til umfjöllunar og samþykktar af fundum bæjarráðs. Og þar var fyrri fundurinn frá 8. maí og þar langar mig sérstaklega að fara eins inn á fyrsta mál sem var gervigras í Reykjaneshöll.
En við vorum búin að fá þetta mál inn til okkar áður og við fólum bæjarstjóra að vinna áfram í málinu með þeim sem höfðu komið að því þar á undan. Og eftir að hafa rætt málin í þaula og skoðað alla möguleika, að þá hefur verið ákveðið að framkvæmdin fari í útboð eins og stefna í innkaupamálum sveitarfélagsins gerir ráð fyrir og stendur til að það fari fram núna á næstunni. Við erum þá með þessu að flýta framkvæmdum 1 ár því við höfðum áður gert ráð fyrir að við þyrftum að fjármagna þessar framkvæmdir á næsta ári og þetta færi þá inn í áætlun 2025. En vonir standa til að það verði hægt að fara í þessa framkvæmd svo það verði hægt að spila á nýju og öruggu grasi á næsta tímabili. Í máli 2 sem fjallaði endurbætur á skólalögum grunnskóla, þá mætti sviðsstjóri menntasviðs Helgi Arnarsson á fundinn og ræddi við okkur þær endurbætur sem hafa verið til umræðu. En á fundi bæjarstjórnar hér fyrir nokkru var málinu vísað inn í bæjarráð til frekari umræðu og þá voru uppi vangaveltur það hvort það ætti að gera einhverja breytingar á þeirri forgangsröðun sem þá lá fyrir sem hefðu komið til umræðu. En starfsfólk á umhverfis- og framkvæmdasviði hefur unnið í málinu og hafa þau meðal annars hitt stjórnendur þar sem var talið þörf á að fara strax í ákveðið viðhald á lóð sem tengist til dæmis því hvernig lóðin kom undan vetri. Síðan rættum við þarna aðeins að það væri auðvitað munur á endurbótum og viðhaldi. Það væri ekki sami hluturinn, en þetta mál er áfram í vinnslu starfsfólks okkar og eftir því sem við best vitum í góðu samstarfi við stjórnendur. Í 5. máli á þessum fyrri fundi kom hún Ingibjörg Ösp Stefánsdóttir sem er verkefnastjóri vegna flutnings bókasafnsins hingað í Hljómahöll og Sverrir Bergmann Magnússon bæjarfulltrúi mætti á fundinn með henni. Og þau fóru yfir stöðun á verkefninu og hópurinn sem settur var saman með öllum þeim hagaðilum sem að málinu koma hefur fundað og farið yfir þessi mál í samvinnu og hver og ein stofnun hefur meðal annars lagt fram þau atriði sem þau telja vera mikilvæg fyrir þeirra starfsemi svo þau geti haldið áfram að vaxa og eflast. Og það var akkurat það sem við sáum fyrir okkur að myndi gerast þarna í framhaldinu af því að ákvörðun var tekin. Þannig að þarna komið fram ýmsar áhugaverðar hugmyndir sem snúa meðal annars að samnýtingu á ákveðnum rýmum og því að horfa til þróunar til dæmis gagnvirkum sýningalausnum sem er bara mjög spennandi að heyra og við hlökkum til að fá nánari upplýsingar því þessi hópur vinnur núna í þessum töluðu orðum saman að þessu verkefni. Við vitum alveg að það voru mörg auðvitað óörugg við þessar breytingar en ég heyri ekki betur en svo að það leggi sig öll þarna fram við að skoða málin frá öllum hliðum og þá sérstaklega með það fyrir augum að veita íbúum okkar áfram framúrskarandi þjónustu á þessu sviði. Nú 7. mál á dagskrá þessa fundar sem var jafnframt fyrsta málið á dagskrá seinni fundar sem hér er til umræðu og verður sérstakt mál hérna í lok fundar var gjald vegna byggingaréttar og innviða. En þá mættu Erla Bjarni Gunnarsdóttir sem er lögfræðingur á umhverfis- og framkvæmdasviði og Gunnar Kristinn Ottosson, skipulagsfulltrúi og þau fylgdu málinu eftir. Bæjarráð bókaði þar sameiginlega og með leyfi forseta ætla ég að fá að grípa inn í þá bókun að það telur bæjarráð það er að segja að ef framheldur sem horfir og íbúafjölgun í Reykjanesbæ verður jafn ör á næsta áratugi og þann síðasta, þá megi gera ráð fyrir að fjárfestingar í nýjum innviðum, svo sem leik- og grunnskólum, íþróttamannvirkjum, menningarhúsum og margvíslegum úrræðum á vegum félagsþjónustunnar og fleira, muni nema 50 til 60 milljörðum til ársins 2035. Það er alveg ljóst að þrátt fyrir að rekstur sveitarfélagsins gangi smám saman betur, þá mun veltufé frá rekstri úr grunnstarfsemi A-hluta bæjarsjóðs ekki duga til að standa straum að slíkum fjárfestingum. Þá mun frekari lántaka og skuldsetning heldur ekki vera æskileg. Bæjarráð samþykkti því drögin og vísaði þeim til fyrri umræðu sem verður hér á eftir eins og ég kom inn á hérna rétt áðan og við vorum öll sammála því
að leggja áherslu á að kynna þessa gjaldtöku vel því það er mjög mikilvægt að það séu öll meðvituð ástæður þess að við erum að fara þessa leið eins og önnur stór sveitarfélög sem einnig að vaksa af þeim krafti eins og við erum að gera, hafa gert í nokkuð tíma. Og er að ræða gjald sem verður bara opinn á vef í gjaldskrá hérna á vef Reykjanesbæjar og á við land eða lóðir sem hafa ekki verið deiluskipulaðar nú þegar og þegar auki byggingamagn er að ræða. En þetta kemur allt fram í þeirri umræðu sem við förum inn í hér á eftir. Þriðja mál á dagskrá seinni fundarins voru reglur heiðursborgara og við höfum hér ákveðið að útnefna heiðursborgara á hátíðarfundi bæjarstjórnar sem fer fram á 30 ára afmælisdegi okkar 11. júní næstkomandi og búið að óska eftir tilnefningum frá starfsmönnum og bæjarbúum og öðrum áhugasömum aðilum og ég ætla að skjóta hér því póstfangi að það heiðursborgari@reykjanesbær.is og hvetjum við áhugasama aðila sem að luma á einhverjum góðum að senda þangað inn fyrir 1. júní en útnefning heiðursborgara tekur mið af störfum viðkomandi einstaklings í þágu sveitarfélagsins eða afrekum í þágu lands og þjóðar. Þannig að við erum sérstaklega að horfa þarna til einstakling sem hefur haft veruleg jákvæð áhrif á samfélagið. Annars voru auðvitað fleiri mál og eins og áður tekin fyrir mál rekstrarleyfi og tækifærisleyfi og fundargerðir og umsagnir og ýmislegt fleira sem ég ætla ekki að koma sérstaklega inn á hér. Takk. Kærar þakkir fyrir þetta. Orðið laust fundargerðir bæjarráðs. Gígja Sigríður Guðjónsdóttir, gjörðu svo vel. Virðulegi forseti, bæjarfulltrúar og góði gestir. Ég kom upp vegna máls á fundi bæjarráðs þann 8. maí síðastliðsins, endurbætur á skólalóðum grunnskóla og ég vildi koma hérna upp og lýsa ánægju minni og fagna því að þessi loksins byrja á endurbótum á skólalóðum grunnskólana. Það eru teikningar sem ég sé að það líta mjög vel út og það er einnig ánægjulegt að sjá að það eiga auka umferðaröryggi. Og ég vona að þessi vinna muni ganga hratt og vel fyrir sig. Takk fyrir. Takk fyrir þetta. Orðið laust. Nú forseti vill hér sem endranær komast að nokkur erindi og byrjar hér í fundargerðinni frá 8. maí. Nú í máli 4 umsagnarmál frá nefndasviði Alþingis umsögn samtaka orkusveitarfélaga. Þarna í þessari umsögn samtökin með umsögn breytingu á lögum verndar- og orkunýtingaráætlun og stefnu stjórnvalda uppbyggingu vindorku á Íslandi. Skemmtilegt málefni. Nú til upplýsinga þá var forseti í morgun sem varaformaður samtakana á fundi umhverfis- og samgöngunefndar Alþingis að ræða 2 þingmál, annars vegar tillögu til þingsályktunar stefnu stjórnvalda uppbyggingu vindorku á Íslandi og hins vegar frumvarp til laga verndar- og orkunýtingaráætlun og þá virkjunarkosti sem eru í vindorkunni. Nú helstu athugasemdir samtakana snýra því að ótímabært sé að samþykkja lagabreytingar málsmeðferð vindorkuvera. Það sem Alþingi hefur ekki tryggt sanngjarna hlutdeild nærsamfélagsins í arð af orkunýtingu, en samtökin kalla enn og aftur eftir því að tillögur slíkt verði lagt fram til samþykktar fyrir Alþingi fyrir lok kjörtímabilsins. Helstu rökin með þessari breytingu þær að það eru engar forsendur fyrir því að orkuvinnsla fái undanþágu frá lögbundnum tekjustofnum sveitarfélaga umfram allar aðrar atvinnugreinar. Lagt hefur verið til af starfshópi að jöfnunarsjóður sveitarfélaga verði nýttur í verkefni og liggur því fyrir breytingar á regluverki sjóðsins. Samtökin ítreka mikilvægi aukins samráð við sveitarstjórnir áður en frumvarp þess efnis verður lagt fyrir Alþingi.
Nú í fundargerð bæjarráðs frá 16. maí vill forseti einnig koma hér upp undir nokkrum fundarliðum og byrja á máli 4, málefni barna með lögheimili utan sveitafélags. Þetta eru mjög áhugaverðar upplýsingar sem teknar voru saman af HLH ráðgjöf fyrir sveitafélögin á Suðurnesjum varðandi fjölda grindvískra barna á grunnskólaaldri sem hafa flutt til okkar og aukinn kostnað grunnskólana í kjölfar náttúruhamfaranna í Grindavík. Samkvæmt skýrslunni hafa 86 börn flutt til Reykjanesbæjar undanfarna mánuði sem mesti fjöldi barna í sveitafélögum á Íslandi, þar að segja af grindvískum börnum á grunnskólaaldri. Til að mynda hafa 62 grunnskólabörn farið í skóla í Reykjavík, 37 í Kópavogi, 11 í Vogum og 12 í Suðurnesjabæ, þannig að fjöldinn er umtalsverður. Nú þessi skýrsla er fyrst og fremst áhugaverð og hvetur forseti bæjarfulltrúa til að kynna sér hana, en augljóst er að við sem sveitafélag þurfum að fá aukna greiðslu frá ríkinu til að halda úti þjónustu, en hér á aðalega við að við þurfum að ráða inn fleiri kennara og fjölga starfsfólki innan grunnskólana. Nú þetta er eitthvað sem við munum leysa, enda eðlileg fjárkrafa fjármagni fariða sem börnin eru og þjónustan er veitt, en forseti vill hér nýta tækifæri formlega og bjóða umrædd 86 börn velkomin í grunnskóla Reykjanesbæjar, en börnin dreifast í okkar alla 7 grunnskóla bæjarins. Forseti vill hér einnig nýta tækifæri og þakka okkar frábæra starfsfólki sem hefur staðið sig algjörlega frábærlega að taka á móti þessum aukna fjölda nemenda og gert það faglega og með miklum sóma. Mannauður í starfsfólkinu okkar er ómetanlegur og vill forseti að það sé ljóst að við hér í bæjarstjórn, tekið að mér besta leyfi fyrir hönd ykkar allra, kæru bæjarfulltrúar, metum mikils hvað þér að vinna öflugt starf í sveitafélaginu okkar. Nú í lið 9 fundargerð stjórnar brunavarna Suðurnesja frá 18. mars, 4. apríl og 2. maí. Þarna er helst að frétta að samþykkt var góðan ársreikning. Verið er að undirbúa kaup á nýjum körfubíl og síðast en ekki síst er stjórn að undirbúa ráðningu á nýjum slökkvilistjóra sem verður vonandi tilkynnt í lok mánaðarins. Það eru vissulega spennandi tímar framundan hjá brunavörnum. Nú í fundarlið 10 fundargerð aðalfundar Kölku sorpeyðingastöðvar frá 18. apríl, þau ykkar sem hafa mikinn áhuga á sorpmálum sem eru væntanlega þau öll. En þarna á aðalfundinum var áhugavert að heyra að við erum að brenna 200 tonnum minna af rusli milli ára og einnig erum við að urða 300 tonnum minna en árið á undan. Alls voru 1400 tonn í aukningu á efni til endurvinnslu eða til endurnýtingar og gleðifréttirnar stoppa ekki þar, heldur líka góður árangur í fjölsmiðjunni sem hefur haldið skrá þá nytjahluti sem hafa selst aftur frá kompunni, en salan fyrir árið 2023 var alls 108,5 tonn af hlutum. Frábær árangur sem sýnir að flokkun og sorpi gengur almennt vel hjá okkur og endurnýting og bætt notkun á hringrásarhagkerfinu okkar er að aukast og er til algjöra fyrirmyndar. Nú í blálokin langar forseti að halda áfram innræðu sinni hér í bæjarstjórn og minnast á lið 12 í fundargerð bæjarráðs, fundargerð ársfundar fjölsmiðjunnar á Suðurnesjum. Fjölsmiðjan var formlega stofnuð árið 2010 og hefur verið að gera frábæra hluti síðan, en markmið er að hjálpa okkar unga fólki frá 16 til 24 ára að finna sitt áhugasvið, öðlast starfsreynslu og auka möguleika í námi og eða í atvinnulífinu. Á árinu 2023 voru 38 nemar í fjölsmiðjunni og 30 þeirra komu frá Reykjanesbæ. Ásetningur þeirra er mjög góður og bættist talsvert milli ára, fór úr 465.000 í hagnaði í tæpar 9,5 milljón og salan hjá þeim er góð og mikil umferð þarna á hverjum degi og svo er þau duglega að auglýsa líka á samfélagsmiðlum. Þannig mjög gott starf í gangi í fjölsmiðjunni og fagna forseti ykkar frábæra framtæki, en svona virkni verkefni eru ómetanlegt fyrir unga fólkið okkar sem er að reyna að fóta sig áfram. Nú orðið er laust fundargerð bæjarráðs, það hefur engin kvassi hljóðst, þessi samþykkt geta fundargerðan vinsamlega skefið þess merki og þær eru samþykktar með öllum greiddum atkvæðum. Nú þá hefjum við hér umræðu annan fundarlið, fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 17. maí. Og áður en forseti gefur orðið laust þarf að vekja athygli á einu atriði sem var ekki rétt bókað og er það liður 4, Vatnsnesbreyting á aðalskipulagi. Þarna kemur fram í lok bókunarinnar umhverfis- og skipulagsráð veitir heimild til að auglýsa deiliskipulagstillöguna, en hér hefði átt að skrifast umhverfis- og skipulagsráð veitir heimild til að auglýsa vinnslutillöguna.
Það telst hér með áréttað og biður forseti afsökunar á þessum mistökum og fundargerðin hefur þegar verið send út aftur til fundamanna í ráðinu og þeir hafa samþykkt það aftur eða þau. Nú, hér líkt og oftast áður eru fundarliðir sem þarna sérstakar samþykktar og byrjum við þar eins og venja en það fundarliður 5, heilsugæsla í Innri Njarðvík, óveruleg breyting á aðalskipulagi. Orðið laust. Þeir sem samþykkt geta lið 5 vinsamlega skrifa merki. Það samþykkt á öllum greiddum atkvæðum. Og þá tökum við fyrir lið 8, Klettatröð 13. Orðið laust. Það verður engin kvassi hljóðs. Þessi samþykkt geta Klettatröð 13 vinsamlega skrifa merki. Það samþykkt á öllum greiddum atkvæðum. Nú við heldum áfram liður 9, Hringbraut 71, íbúð í bílskúr. Það verður engin kvassi hljóðs. Þessi samþykkt geta lið 9 vinsamlega skrifa merki. Og það samþykkt á öllum greiddum atkvæðum. Nú liður 10, Hjallalaut 15, fyrirspurn. Orðið laust. Þessi samþykkt geta liður 10 vinsamlega skrifa merki. Það samþykkt á öllum greiddum atkvæðum. Nú Suðurvellir 11, innkeyrsla liður 11 í fundargerðinni. Það verður engin kvassi hljóðs. Þessi samþykkt geta fundarlið 11 vinsamlega skrifa merki og það samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Þá erum við komin á lið 13, Hás Orka framkvæmdaleyfi sem hér opin til umræðu. Það verður engin kvassi hljóðs. Þessi samþykkt geta fundarlið 13 vinsamlega skrifa merki og það samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Nú þá lýkur hér yfirferð okkar sérstökumálin og orðið laust fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs að öllu öðru leyti. Já. Ef engin annar. Kjartan Már Kjartansson, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, mér langar bara undir þessum lið skipulagsmálum að koma aðeins inn á 2 mál. Hér á fundi með ungmennaráði áðan, þá var meðal annars verið að tala litaval á húsum í hverfum bæjarins og það mætti auka fjölbreytileikann og gera bæinn okkar skrautlegri eða litskrúðugri og það alveg möguleiki fyrir ykkur ágætu bæjarfulltrúar að hafa áhrif á það í skipulagslýsingum og í bæði deiliskipulagi, í aðalskipulagi og svo framvegis. Það sem þið hafið völdin, þá alveg hægt og það þekkt að setja svona margvísleg skilyrði eða kröfur eitt og annað sem lítur að ekki bara hæð húsa og stærð heldur líka útliti og þetta þekkt og hefur verið gert hjá okkur. Langar bara að nefna það, forseti. Annað mál sem kom nýverið inn á borð hjá mér í viðtalstíma að það komu fulltrúar húsfélags í húsi hér sem þetta nú meira bara svona til upplýsingar. Í húsi sem að langmestu, ég held ég geti sagt að öllu leyti byggt eða þar búa eldri borgarar. Svona fólk á mínum aldri og alveg upp í 90 ára rúmlega, sko. Allt á milli. Þau voru ekki meðvituð skipulagsbreytingar sem höfðu verið gerðar á hverfinu þeirra og að átta sig á því núna þegar framkvæmdir að fara af stað í hverfinu eða nærri þeirra húsi. Framkvæmdir sem munu hafa áhrif á einhverjar íbúðir að þeirra sögn. Ég að skoða þetta eða við erum að skoða þetta núna. En framkvæmdir eru hafnar og skipulagið var kynnt árið 2022 fyrir 2 árum og það komu engar athugasemdir frá íbúðum þessa hús. Af því að fyrirkomulagið hjá okkur þannig að nú allt á netinu og á vefnum og þetta auglýst og þú átt að hafa bara vera vakandi sem íbúi og fyrir þínu húsi og fylgjast vel með. En ég á svo auðvelt með að setja mig í þeirra spor og skil svo vel þetta sjónarmið þeirra, það sem fulltrúar húsfélagsins sem komu til mín sögðu, við bara ekki öll á netinu og við ekki öll, þið vitið, í þessari nýju tækni og við ekki öll færum að senda einhver athugasemdir
eða leita auglýsingum á heimasíðu sveitarfélagsins eða fylgjast með þessu annan borð. Og ég að ræða þetta núna við okkar fólk og umhverfis- og skipulagssviði að í svona tilfellum þá þurfum við að vera vel vakandi og svona reyna fyrir okkur í öðrum leiðum upp á að koma örugglega skilaboðum á framfæri. Skipulagið var samþykkt 2022 af bæjarstjórn. Núna eru framkvæmdar að hefjast og auðvitað getur það gerst að það líða mánuðir eða ár frá því að skipulagið samþykkt og þetta framkvæmdar hefjast og það hefur orðið endurnýjun af íbúum í húsinu sem að bara höfðu ekki einhvern veginn fyrir sér að kynna sér skipulagið í kringum húsið áður að þau keyptu sér eignir í því. Þannig að þetta svona bara, hvað maður að segja, þetta vekur mann til umhugsunar þessar tækninýjungar allar sem að eru alls ekki sjálfsagðar eða ekki sjálfsagt að allir bæjarbúar geti nýtt sér eða nýti sér svona í daglegu starfi. Kærar þakkir fyrir þetta bæjarstjóri og forseti tekur undir með þetta er til umhugsunar og auðvitað finnum maður núna þegar keyrt bæinn okkar hvað margt farið af stað sem að var kannski stopp lengi bara út af aðstæðum í okkar samfélagi og ég tala nú ekki þegar svæði sem hafa verið án bygginga í lengri tíma og allt í einu að rísa þar 3 hæða blokkir fyrir framan þannig að eðlilega ásýnd hverfisins að breytast mjög hratt. Forseti vill koma hér undir nokkrum liðum undir umhverfis- og skipulagsráði og byrja á lið 3 Holtaskóla deiliskipulag talandi breytingar en þarna umhverfis- og skipulagsráð að heimila auglýsingu breytingu á deiliskipulagi við að stækka skólann en þarna átt við stækkun í svokölluðu porti skólan sem snýr að skólavegi þar sem kemur 2 hæða bygging. Og hámarks nýting skólans eftir breytinga verður 5.700 fermetra eftir stækkunina en eins og allir vita þá eru framkvæmdir við skólan vegna innivistar vandræða, heyrði ég í dag. Ég veit ekki hvort að það þýðir eitthvað betur að raka vandamál en ég að temja með tungutæki. En ákveðið var að nýta tækifærið að stækka skólan til framtíðar ásamt því að bæta aðgengi þannig að það framkvæmdir ganga vel sem að við erum öll ánægð með. Í lið 4 Vatnsnesbreyting á aðalskipulagi, við erum að stækka eins og allir vita og allir sjá, en lagt fram vinnslutillögu breytingu á aðalskipulagi á svokölluðu M9 svæði Vatnsnesi. Þegar svæði verður fullbyggt verða þarna 1250 íbúðir á 18,5 hektara landi, þannig að þarna kemur stórt hverfi. Í lið 5 heilsugæsla í Innri-Njarðvík, óveruleg breyting á aðalskipulagi, ég veit ekki með aðra bæjarfulltrúa en þegar ég les heilsugæsla þá verð ég alltaf spennt, forseti. En hér skemmtilegt að segja frá því að þegar hefur verið samþykkt heilsugæslu í Innri-Njarðvík samkvæmt aðalskipulagi 2020-35 en í þessum breytingum hefur verið að heimila viðbót við svæðið sem felur í sér heilsutengda verslun og þjónustu. Það ekki verið að heimila breyting á stefnu aðalskipulags eða byggingamagni en hér tækifærið ef einhver vill opna sjúkraþjálfun eða apótek á staðnum og fögnum við því vegna þess að þetta bætt þjónusta þá við Innri-Njarðvík hverfið okkar. Að lokum liður 7 Fjölbrautaskóli Suðurnesja drög að stækkun þannig framkvæmdasýsla ríkisins að leggja fram drög að stækkun Fjölbrautaskólans okkar og óskar eftir breytingu á deiliskipulagi. Forseti vænti þess að þetta mál gangi hratt og vel fyrir sig en mikil þörf fyrir stækkun á Fjölbrautaskólanum okkar. Forseti mun ásamt væntanlega bæjarstjórn allri rýna máli vel og halda því á lofti í þeirri vonum að drífa þessi áform áfram. Orðið laust fundagerðina ef ykkur að brenna inni með eitthvað. Guðbergur Reynisson, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, ég vil bara koma undir lið 1, K64. Við fengum kynningu á verkefninu sem að Katego að vinna í Bergvík-Helguvík og mjög metnaðarfullt verkefni sem verið að leggja mikið af peningum í. Þar verið að flokka niður þetta svæði þar sem að álverið og kísilverið eru og flokka eftir litum hvernig þjónusta og hvernig atvinnustarfsemi á að vera þarna. Og þetta bara frábær vinna og við höfum bara hvetið til þess að þessu verði drifið áfram og við getum farið að hvetja fyrirtæki til þess að koma
og byggja upp með okkur á þessu svæði. Og því tengt að þá eru ansi mörg fyrirtæki í Grindavík til dæmis sem eru á hrakhólum og við ættum kannski að bjóða ykkur af þeim og reyna að grípa þau. Það er kannski hlutverk bæjarstjórans, ég veit ekki, eða þá hvort að, já, ég skal gera það kannski. En allavega frábært starf og við eigum að vera miklu meira að auglýsa að þarna erum við með lausar lóðir, fullt af lausum lóðum. En talandi um það, þá þurfum við svolítið að vera með samstarf við Katego líka þegar það verið að úthluta lóðum þarna. Og við þurfum að passa að því að í sömu fundargerði verið úthluta sem að ég hafði veður á því að það væri ekki verið að ræða við Katego. Þannig að ef við ætlum að vera í samstarfi við bæði Suðurnesjabæ og Katego í þessu máli þá þurfum við að vera alla leið. En frábært verkefni og við skulum reyna að hvetja það áfram. Takk. Kærar þakkir fyrir þetta. Kannski aðeins til að koma í þetta og er í þessu máli þarna eru náttúrulega sveitarfélög með deiliskipulagsvald og Katego kemur þarna inn í sem samstarfsaðili, þannig að þetta er svona, forseti hefur rætt við þessa fulltrúa hvort eigi að hafa samband við okkur eða Suðurnesjabæ eða Katego eða alla. Forseti hefur pínu áhyggjur af að þetta verði til eitthvað flækjustig en mér skilst að þetta sé til bóta þetta samstarf, þannig að við vonum það. Við megum ekki gera hlutin á flókna en alveg þessi vinna er til fyrirmyndar, tek undir það. Nú, það hafa ekki fleiri hvatt sér hljóðs undir fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 17. maí. Þessi samþykkt geta fundargerðina vinsamlega skefið merki og það er samþykkt af öllum greiddum atkvæðum. Nú þá erum við hér komin að 3. fundarlið, fundargerð velferðarráðs frá 8. maí og orðið er laust um fundargerðina. Sigurrós Antonsdóttir, gjörðu svo vel. Virðulegi forseti, bæjarfulltrúar og bæjarstjóri. Ég ætla einmitt aðeins að koma hérna undir fundargerð velferðarráðs 8. maí en það var ánægjulegt að við fengum nýjan fulltrúa þar inni, hana Margréti Þórarinsdóttir bæjarfulltrúa líka og býða hana velkomna. En undir fyrsta máli þá er það stuðningsþjónusta, breytingar á vinnufyrirkomulagi. Þarna komu Margrét og Guðlaug sem fóru yfir tillögur á breytingum á vinnufyrirkomulagi í stuðningsþjónustunni og það er komið bara með frábærar hugmyndir hvernig verður hægt og þetta er svona til að bæta þjónustana við aldraða og einnig líka fyrir bara stuðningsþjónustu sem þurfa á því að halda. Síðan var það mál númer 2, það er sameining dagdvala. Og þar var Margrét einnig teymistjóri stuðnings- og öldrunarþjónustu og líka Kristín sem er deildarstjóri dagdvalar og það er komið með hugmyndi hvernig þetta er að sameina dagdvalir í Reykjanesbæ. En í dag eru 2 dagdvalir aldraða. Það er almenn dagdvöl sem er leyfi fyrir 18 skjólstæðinga og síðan er sérhæfð dagdvöl sem er leyfi fyrir 15 skjólstæðinga með þá minnis sjúkdóma. En meirum þetta síðar og þetta ættir að vera líka til umfjöllunar á næstu mánuðum. Síðan er það málefni heimilislausra, þá er það smáhúsin. Velferðarráð samþykkti hönnun húsana og að fari verði í grenndarkynningu vegna þessa fyrstu 4 húsa. Húsin eiga að koma upp í haust, eða það er allan á planinu og já, 4 hús sem er frábært. Í upphafi árs var talað 3 hús fyrir fjármagni sem sett var í þennan málaflokk. En já, 4 er bara frábær niðurstaða. En síðan í framhaldi á þessari vinnu þá þurfum við líka að leggja til fjármagni í stöðugildi eða teymistjóra sem þarf að halda utan þessa einstaklinga. Síðan er það 4. mál, það er þróun og nýsköpun í málefnum fatlaðs fólks, þáttaka í starfshóp
Og þetta svona það sem við vildum líka við vildum svolítið flagga þessu, en þá var það félags- og vinnumarkaðsráðuneyti, ráðherra. Hann hefur skipað Ólaf Garðar Rósinkransson, verkefnastjóra og í málefnum fatlaðra á velferðarsviði Reykjanesbæjar. Hann hefur skipað hann sem fulltrúa Sambands íslenskra sveitarfélaga í starfshóp sem falið að vinna með þróun og nýsköpun í þjónustu við fatlað fólk. Og líka til þess að auka gæði og hagkvæmni í þjónustu. Starfshópurinn skal taka mið af þeim aðgerðum sem tilgreindar eru í tillögu til þingsályktunar framkvæmdaáætlun í málefnum fatlaðs fólks árið 2024 og 2026. Og í þeim tillögum sem koma fram í skýrslu starfshópsins kostnaðarskiptingu ríkis og sveitarfélaga vegna þjónustu við fatlað fólk. Og við þessu að bæta þá bara sannarlega mikill heiður að við eigum fulltrúa þarna inni sem segir okkur að við búum að frábæru starfsfólki sem vinnur alla daga mjög vel við þennan málaflokk og vil ég nota tækifæri og hrósa Ólafi Garðari og hans fólki fyrir frábært starf í velferðarmálum. Takk. Svo það fundargerð samtakahópsins, 5. mál. Hún var lögð fram og við bókuðum ég veit ekki hvort að ég sé að fara að opna einhverja umræðu þetta, en velferðarráð lýsir yfir áhyggjum af áfengisnotkun á íþróttaviðburðum og velti fyrir sig hvort þessi tilefni til að skoða hvernig aðgengi ungmenna að áfengi er. Þessi bókun ekki alveg í lausu lofti gripin því að í fundargerðinni þá verið að fjalla íslenska forvarnamódelið og þarna kynnti okkar gestur sem hérna, Hafþór Barði, íþrótta- og tómstundafulltrúi, áherslur íslenska forvarnamódelsins og þar segir, með leyfi forseta, öflugt forvarnastarf hefur verið rekið undanfarin ár meðal nemenda í efstu bekkjum grunnskóla á Íslandi. Árangurinn hefur verið einstakur og í vímuefna neysla ungmenna á þessum aldri með því lægsta sem gerist í hinu vestræna heimi. Þennan góða árangur ber að þakka þeirri samstöðu sem tókst að skapa meðal flestra þeirra sem komið hafa að umönnun, uppeldi barna og unglinga undanfarin ár. Síðan var það svolítið gaman að undir þessari fundargerð, sem sagt í velferðarráði, þá var skjal sem heitir Miðbær Reykjanesbæ í gamla daga. Gamli góður rúndurinn, en þarna voru gamla fyrirsagnir líka í blöðum og þá einna helst mikil umræða rætt í bæjarstjórn Keflavíkur hversu alvarlegt vandamál eru þessir unglingar og voru að skemmta sér þarna árið. Mér minnir að þetta hafi verið 1988, ég var enda þá bara 8 ára, en ég var aðeins seinna, ég var svona 1996 á þessum stað, en þarna einmitt grein sem bara líka fyrirsögnuna atlaga lögreglu og fleira og margt hefur nú breyst sem betur fer og ber því að þakka þessu öfluga forvarnastarfi í gegnum árin. En ég veit ekki alveg hvernig þetta byrjaði, þetta allt saman, sem sagt áfengisneysla á íþróttaviðburðum. Ég komin aðeins út fyrir svona boxið hérna, en í ljósi þess að íþróttur og áfengi eiga bara alls ekki saman á mínu mati. Við að reka og halda uppi flottu íþróttastarfi fyrir börnun okkar og hver börn ná langt í sinni íþróttagreinum og aðrir eru bara með og hafa gaman. Og þá líka að tala hve mikið forvarnastarf þessi félagsskapur fyrir okkar börn. Ég vil bara vekja athygli á þessu máli á meðan að glugginn opinn. Við verðum að fara að spyrja okkur í hvernig íþróttasamfélagi viljum við búa við. Og þegar ég fór aðeins að svona röfla þetta á mínu heimili, þá kom svar, þetta leyfilegt allstaðar, eins og til dæmis fótboltaleikjum erlendis. Já, ég alveg seg þar. En við þurfum að vera eins og allir hinir. Getum við ekki fara að skapa okkar íþróttasamfélag áfengislaust og vera bara hreykin að því. En ég hætt að tala þetta mál. En síðan bara í lokin þá vil ég bara benda á að mælaborð hérna í fjárhagsaðstöðun að
Í apríl á þessu ári fengur 185 einstaklingar greidda fjárhagsaðstoð frá Reykjanesbæ en á sama mánuði í fyrra 360 einstaklingar og því ber að fagna að það sé aðeins betra líf hjá þessu fólki. Takk. Kæra þakkir. Orðið er laust fundargerð velferðarráðs. Forseti vill aðeins minnast á 2 liði í fundargerðinni, annars vegar lið 3 málefni heimilislausra smáhús. Forseti vill enn og aftur fagna þessu verkefni og starfsfólkin okkar ásamt velferðar- og umhverfis- og framkvæmdasviði sem hefur skipulagt þetta verkefni einkar vel, það verður að segjast. Hönnunin verður mjög smekkleg en nú fer að stað grenndarkynning fyrir fyrstu 4 húsin en biðlistin eftir þessum úrræðum er of langur og verður við að taka honum og vonandi getum við hafist handa á þessu verkefni sem allra fyrst. Auk þess vill forseti koma hér upp undir lið 6, mælaborð og tölulegar upplýsingar. Það er, og ég tek undir með bæjarfulltrúa Sigurrós, það er virkilega gleðilegt að sjá þessa mikla fækkun íbúa fjárhagsaðstoð milli ára eða fækkun 175 einstaklinga. Nú hefur forseti verið hér í bæjarstjórn kannski of lengi en allavega í 10 ár og forseti man ekki eftir annar eins fækkun. Allavega milli ára, þó að vissulega hefur verið lyft grettistaki í þessum málum. Gleðilegt er að hér fólki okkar komast í virkni, í störf eða réttilega skráð sem öryrkjar ef að svo ber undir og forseti vona þess að í framtíðinni verði fáir eða engir á fjárhagsaðstoð, heldur tökum við vel á móti okkar fólki sem til okkar leita og allir fari í viðeigandi virkni eða aðstoð eða úrræði sem allra fyrst og séu sem fæsta mánuði á fjárhagsaðstoð því að þetta gerir engum gott til lengri tíma hvað þá með félagslega einangrun. Þannig að virkilega ánægjulegt að sjá þessa niðurstöðu. Orðið er ennþá laust fundargerð velferðarráðs. Það hefur enginn kvað sér hljóðs. Þessi samþykkt geta fundargerð velferðarráðs frá 8. maí vinsamlega gefið merki og það er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Þá erum við komin í 4. mál á dagskrá fundargerð íþrótta- og tómstundaráðs frá 14. maí og orðið er laust fundargerð íþrótta- og tómstundaráðs. Og hér hefur enginn kvað sér hljóðs. Þeir sem að samþykkt geta fundargerð íþrótta- og tómstundaráðs frá 14. maí vinsamlega gefið merki. Og það er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Þá erum við komin í 5. mál fundarins, fundargerð lýðheilsuráðs frá 14. maí. Sigurrós Antonsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, bæjarstjóri. Já, ég ætla að koma hérna undir fundargerð lýðheilsuráðs frá 14. maí og þá er það aðalega mál númer 1, skólaforðun og forvarnir. Þarna kom Einar Trausti fyrir yfirsálfræðingur í Reykjanesbæ mætt á fundinn og einmitt rætt skólaforðun og forvarnir gegn henni. Og ég ætla að þakka lýðheilsuráði fyrir að vekja athygli á þessu máli. Því að skólaforðun er hugtak sem er fremur nýtt á nálinni í umræðinu skólamál á Íslandi. Þegar ég spurði Google frænda skólaforðun þá fékk ég upp könnun velferðarvaktarinnar síðan 2019 og það leiddi meðal annars í ljós að gera má ráð fyrir að 1000 börn á grunnskólaaldri glími við skólaforðun eða 2,2% nemenda. Meðal helstu ástæðna skólaforðunar nefna skólastjórnendur, andlega vanlíðan nemenda eins og kvíða og þunglyndi og erfiðar aðstæður á heimilum þeirra. Þarna var verið allan að ræða skólaforðun 2019 og ekki hefur þá heimsfaraldur skollið á, þannig að ég gerir ráð fyrir að þessi tala sé eitthvað hærri og Reykjanesbær er ekki undanskilinn þeirri tölu. En ástæður skólaforðunar geta verið innri vandi barns líkt á kvíði og þunglyndi, eins og ég sagði áðan, og ytri vandi, eins og til dæmis félagslegar aðstæður.
Þá getur skólaforðun einnig verið þeim sökum að foreldrar að fá leyfi fyrir barnið sitt líkt og niðurstöður könnunar velferðarvaktarinnar leiddu í ljós að skólastjórnendur töldu foreldra hafa of mikla heimildir til þess að óska eftir leyfi fyrir barnið sitt. Birtingarmynd vandans ofta tíðum svo að nemenda fer að vanta í skólan endrum og sinnum og getur enda með því að barni í erfiðleikum með að mæta í skólan. Viðbrögð við skólaforðun á Íslandi eru misjöfn og hefur orðið ljóst að samræma þurfi skráningu í fjarvistum barna í skóla og til þess að þessi gripi inn í tæka tíð. Ef ekki tekst að vinna með skólasóknarvanda barnsins innan skólans með samtölum, fundum eða úrræðum innan skólans, enda málin oft hjá barnavernd. Ég sé fyrir mér að það væri fínt að fá einmitt skólafélagsráðgjafa eins og kom hérna í plagginu hjá ungmennaráðinu, þessu flotta skjali, að undir lýðheilsu akkurat fyrsta sem nefnt þar skólafélagsráðgjafi. En það gott ef við myndum fá svoleiðis og bara áður en að máli verður að barnaverndarmáli með því að beita hugmyndafræðinni snemmtaka íhlutun. Félagsráðgjafi getur þá sinnt ýmsum störfum í þekkingu til þess að vinna með fjölskylduna og með skólanum. En þannig að þetta bara mjög brýnt að við förum í þessa vinnu og kannski líka bara greiningu hvað máli varðar og greinu vandan af því að hann til staðar. Takk. Díana Hilmarsdóttir. Bæjarstjóri, forseti, bæjarfulltrúar og gestir. Ég kem hér upp undir fundargerð lýðheilsuráðs frá 14. maí síðastliðnum. Ég vil byrja á því að þakka bæjarfulltrúa Sigurrósu fyrir sitt innlegg og tek heilsugar undir hennar orð. Mér langar að ræða nokkur mál frá þessum fundi og það sama mál og bæjarfulltrúi Sigurrós kom upp undir, skólaforðun og forvarnir. Einar Trausti Einarsson yfirsálfræðingur í Reykjanesbæ kynnti fyrir ráðinu úrræðið atvinnutengt nám sem í boði á unglingastigi grunnskólum Reykjanesbæjar en úrræðinu ætlað að aðstoða nemendur sem þurfa á slíku að halda. Menntaráð fór yfir þetta á sínum fundi þann 8. mars síðastliðinn og var Helga Arnarsinni sviðsstjóra falið að vinna málið áfram og ég geri því fastlega ráð fyrir því að þetta kom inn í okkar fjárhagsáætlunarvinnu fyrir næsta ár. Markmiðið með atvinnutengdu námi að bæta líðan nemenda, veita þeim tækifæri til að vinna með og þroska eigin styrkleika og bæta sjálfsmynd sína. Það gert með því að styðja við einstaklingsmiðað nám, stuðla að virkni, höfða til áhuga og styrkleika þeirra og veita þeim tækifæri til að nýta þá samhliða því að kynnast ýmsum hliðum atvinnulífsins. Þetta verkefni fellur vel að menntastefnu Reykjanesbæjar sem að skapa öllum börnum og ungmennum í Reykjanesbæ öruggt og hvetjandi umhverfi þannig að þeim líði vel, þau hafi tækifæri til að rækta hæfileika sína og blómstra með opnum hug og gleði í hjarta. Svo langar maður aðeins að koma inn á mál 2 sem vinnustofa Fjörheima og FF Gír frá 15. apríl síðastliðnum. Á þessari vinnustofu sem bar heiti Tökum höndum saman og var fyrir forsjáraðala barna og ungmenna í Reykjanesbæ, starfsfólk skóla og aðra áhugasama, þá var farið yfir íslenska forvarnarmódelið og skoðað hvernig allir gætu unnið saman að bættri heilsu og líðan barna og ungmenna í Reykjanesbæ og aðgerðir sem hægt var að fara í og framfylgja í þeim málum. Það mjög mikilvægt að allir tækja höndum saman, forvarnaraðalar, skólasamfélagið, sem og forsjáraðalar barna og ungmenna til þess að hlúa sem best að þeim og grípa inn í ef þörf krefur. Það hefur sýnt sig að snemmtæk íhlutun hefur margborgað sig og mikilvægt að þjónustuframboð sé gott og nái til allra barna sem á þurfa að halda, að stuðningsþjónusta sé veitt í nánustu umhverfi barnsins, sérfræðiaðstoð frá mismunandi fagstéttum og mynda þannig þverfaglegt teymi þar sem að heilbrigðiskerfið, félagsþjónustan og menntakerfið vinna saman. Og niðurstöðu þessara vinnu að það verið að gera margt gott og nú bara að halda áfram og gera enn betur.
Mál 4 er niðurstöðu farsældarþings sem var haldið í Hörpunni 4. september á síðasta ári. Það voru 1204 þáttakendur, bæði úr raunheimum og Teams sem tóku þátt í þessu þingi og umræðurnar byggðu á 5 grunnstoðum farsældar: menntun, lífsgæðum og félagslegri stöðu, heilsu og vellíðan, öryggi og vernd og þáttöku og félagslegum tengslum. Á þinginu komu fram mýmörg tækifæri sem og áskoranir og langar með að nefna örfá hér. Tækifærin sem voru rædd á þinginu voru meðal annars aukið samstarf og samvinna, fræðsla, snemmtæk íhlutun og samþætting þjónustu, að bregðast við vanlíðan barna og ungmenna og efla frístundar- og félagsmiðstöðvarstarf. Þær áskoranir sem upp komu voru meðal annars upplýsingamiðlun, ójöfnuður, starfsmannavelta, skortur á fagfólki, fjármagn, geðheilbrigði, úrræðaleysi, biðlistar, svefn, heilsa og félagsfærni barna. Mér langar að benda á vef þjónustu í þágu farsælda barna þar sem farið yfir forsendur og framkvæmd samþættingar þjónustunar og þar einnig hægt að skoða mælaborð farsæld barna sem hefur verið í þróun frá árinu 2019 og aðalmarkmiðið með mælaborðinu að draga fram heildstæða mynd af farsæld barna hér á landi fyrir ríki og sveitarfélög á grundvelli þeirra fjölþættu tölfræðigagna sem nú þegar eru til staðar og slóðin á vefinn farsældbarna.is. Svo lokum langar með aðeins að koma inn á lið 6 sem sumar í Reykjanesbæ. Hafþór Barði Birgisson, íþrótta- og tómstundafulltrúi, fór yfir það helsta sem verður boðið upp á í íþrótta-, tómstunda- og lýðheilsumálum. Mér langar að hvetja fólk til þess að kynna sér vefinn frístundi.is og skoða það sem í boði hér í Reykjanesbæ og á Suðurnesjum í sumar. Það nóg að vera og má þar nefna listaskóla barna, sumarnámskeið rafíþróttadeildarinnar, ungbarnasund, sumarfjör listasmiðjunar, sport- og ævintýraskólan, siglinganámskeið, kofabyggð, knattspyrnu- og leikjaskóli, leikjanámskeið og margt fleira. Og það ættu allir að geta fundið eitthvað við hæfi, ungir sem aldnir. Takk fyrir. Kærar þakkir fyrir þetta. Birgitta Rún Birgisdóttir, gjörðu svo vel. Virðulegi forseti, bæjarfulltrúar og góðir gestir. Ég kem hingað upp undir 7. máli á fundi lýðheilsuráðs þann 14. maí síðastliðinn, snjallsímalausi grunnskólar. Margrét Norðfjörð Karlsdóttir, fulltrúi í ungmennaráði, var hérna með góða brýningu fyrir okkur bæjarfulltrúa áðan, varðandi símanotkun unglinga og fullorðinna reyndar líka. Þetta vakti mig til umhugsunar því þetta eru töluvert vandamál þegar krökkunum sjálfum er misboðið. Ég tel að það sé brýnt að skoða þetta mál af alvöru og í góðu samstarfi við skólastjórnendur og ekki síður okkur foreldra. Því eins og tölulegar upplýsingar sýna, þá valda þessi símar töluverðu truflun í skólastarfi og hafa slæm áhrif á unga og óþroskaða heila. Takk fyrir. Takk fyrir þetta. Orðið ennþá laust fundargerð lýðheilsuráðs. Bjarni Páll Tryggvason, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, bæjarstjóri og góði gestir. Við kemum hérna upp undir fundargerð lýðheilsuráðs frá 14. maí og bara vil þakka bæjarfulltrúum fyrir að tekið umræðan skólaforðun. Þetta mikilvægt málefni sem við þurfum að hafa til umræðu á þessu vettvangi sem og öðrum. En mér langar aðlega svolítið að koma líka inn á 5. dagskrárlið fundarins sem voru græn svæði í Reykjanesbæ. Undir þessum fundarlið var verið að fara yfir þau grænu svæði sem til staðar í Reykjanesbæ og í fundargerðinni verið að brýna til þess að grænum svæðum sé fjölga því það sé mikilvægt fyrir lýðheilsu íbúa í sveitarfélaginu. Og ég held að sé sannlegt að taka undir það og langar í þeim efnum að benda svona kannski á þætti sem eru skyldir þessum málefni og eru svolítið í vinnslu hérna í bænum. Við náttúrulega erum búin að vera að vinna að gerð skógræktaráætlunar og nýbúið að vera að taka á móti tillögum sem tengjast henni. Við vorum að fundi með ungmennaráði hérna fyrir í dag þar sem að þau töluðu töluvert þætti sem lúta að Reykjanesbæ, trjárækt í bænum og það hvernig við getum unnið í því að betrumbæta ásýndina og gera bæjarfélag okkar þannig og gerði gert að það svona fjölgi samverustundum mögulega annað þýðilegt með því umhverfi sem við höfum.
og það má sjá að við höfum náð alveg ákveðnum tökum á því að nýta ákveðin svæði í bænum hjá okkur til þess að svona láta þau falla vel inn í og grænka þau, eins og til dæmis má sjá með fram Njarðarbrautina sem að búið að vera rækt upp skemmtileg tré þar og við erum svona aðeins að ná tökum á því að greinilega vinna með rokinu líka og búin að átta okkur á því að stundum þarf að skipta ykkur út eins og nýlega er búið að gera við Þjóðbrautina og svo erum við náttúrulega líka með töluvert verkefnum í gangi sem að eru nú þess eðlis að við sjáum oft ekki árangurinn en fyrir mörgum árum seinna því það tekur nokkur ár fyrir tré að ræktast upp og annað þvílíkt. En það skiptir svolítið máli að við erum að skipuleggja svæði í tengslum við þetta líka og eru skemmtileg svæði inn í Njarðvíkurskógum og víðar í sveitarfélaginu okkar og við höfum alveg tækifæri til þess að bæta í á opnum svæðum líkt og hefur komið fram til dæmis í nýlegum samantektum frá starfsfólki umhverfis- og skipulagssviðs þar sem að til dæmis voru nefnd eldri dagvistunarsvæði, til dæmis við Baugaldsróló, Ásabrautarróló og óglemdum svæðunum í kringum skrúðgarðana okkar, við Fitjarnar og víðar. Og þetta er ekki alltaf dýrustu og svona flóknustu framkvæmdirnar og síðan svo, en það geta haft mjög mikil og góð áhrif á nærumhverfi íbúa og hvatt til útivistar og samveru sem að skiptir okkur gríðarlega miklu máli í því samfélagi sem við búum í. Og við langar bara að þakka ráðunum fyrir að taka þetta á dagskrá og koma þess inn í umræðina. Og einnig vil ég taka undir orð Díönu bæjarfulltrúa undir 7. máli frístundi.is og hvetja alla til þess að rýna framboðið og vera virk og taka þátt í sumar í þeim dagskrárefnum sem boðið upp á þar. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Margrét Þórarins. Virðulegi forseti og aðrir viðstaddir, ég ætla að koma hérna undir lið 7 sem kemur ykkur kannski ekki óvart. Ég hef áður rætt þetta mál hvað var að snjallsímalausa grunnskóla og ég bara fagna afstöðu lýðheilsuráðs að það taki aftur upp þetta málefni. En þann 19. september árið 2023 og þann 17. október árið 2023 var þetta mál á dagskrá og þá kom ég undirrituð, Margrét Þórarinsdóttir, bæjarfulltrúi umbótar, með bókanir og ég ætla nú ekki að fara að lesa þær aftur því hafið þegar heyrt þær. Þetta mál er með mjög mikið hugleikið og ég hef rýnt miklar rannsóknir og kannanir sem hafa verið skrifað þetta málefni og ég fagna því að ungmennaráð sem að við hittum áðan að það kemur frá nemendunum sjálfnum að þeir hafa áhyggjur af þeirra eigin notkun á símum. Þannig að ég ætla að vona það að lýðheilsuráð fylgi þessu málefni eftir og við gerum alvöru úr því og einhvern veginn þá skil ég ekki af hverju við getum ekki tekið þetta skref sem að við ættum í rauninni að vera búin að taka vegna þess að við erum hér með skóla sem er snjallsímalaus, háalítiskóli og hefur verið það frá árinu 2018. Þannig ég ætla að vona að formaður lýðheilsuráð og þeir sem sitja í ráðinu taki þetta til sín og haldi áfram að fjalla þetta og við gerum einhvers konar könnun þá með foreldrum og börnum alla skóla, grunnskóla Reykjanesbæjar og vinnum að því að við verðum snjallsímalaus grunnskólar, allir grunnskólar Reykjanesbæjar. Lokið máli mínu, takk fyrir. Kærar, þakki fyrir þetta, Margrét bæjarfulltrúi. Nú, orðið er ennþá laust fundargerð lýðheilsuráðs. Það hefur enginn hvatt sér hljóðst þessi samþykkt geta fundargerð lýðheilsuráðs frá 14. maí vinsamlega gefið merki og mig vantar einn og hann er sammála. Kærar, þakki fyrir þetta. Nú, þá erum við komin að máli 6, fundargerð menningar og þjónusturáðs frá 17. maí. Orðið er laust og Sverrir Bergmann Magnússon byrjar að vinka gjörsvel. Virðulegi forseti, bæjarfulltrúar, bæjarstjóri og áheyrandi. Ég kem hér upp undir fundargerð menningar og þjónusturáðs frá 17. maí síðastliðnum og ætla að fara stuttlega yfir nokkur mál. Byrja þar á fyrsta máli Hljómahöll styrkir til viðburðahalds. En framkvæmdastjóri Hljómahallar mætti á fundinn og fór yfir þau verkefni sem sóttu styrk til viðburðahalds í Hljómahöll. Nýtt verkefni er að ræða þar sem styrkir eru ætlaðir upprennandi listafólki og hópum til þess að auðga menningarlíf Reykjanesbæjar.
Í styrknum felst afnot af salarkynnum hljómahallar fyrir viðburðahald, tæknibúnaði hússins ásamt þjónustu tæknifólks. Styrkir verða ýmist veittir til viðburðahalds í sölunum Bergi eða Stapa á þeim dögum þar sem alla jafna eru ekki viðburðir í sölunum. Í þessari fyrstu úthlutun það 8 verkefni sem hljóta styrk og verður spennandi að fylgjast með þessu listafólki stíg á stokk í hljómahöll. Nú, 3. mál, 17. júní 2024, drög að dagskrá 17. júní voru lögð fram. Þjóðhátíðardegi Íslendinga verður fagnað í Reykjanesbæ með hátíðardagskrá og skemmtidagskrá sem fyrir fram í Skrúðgarðinum í Keflavík. Í ár því einnig fagnað að Reykjanesbæ á 30 ára afmæli og að 80 ár eru frá stofnun Lýðveldis Íslands og hefur forsætisráðuneytið undirbúið sérstaka hátíðardagskrá í tilefni þess með fjölda viðburða allt land. Og ég ætla að skauta hérna áfram yfir í 4. lið sem fjallar einmitt þetta, en meðal þess sem á dagskrá hér í Reykjanesbæ útgáfa bókar með þjóðhátíðarljóðum og greinum fjallkonuna sem gefin verður landsmönnum í júní. Bókinni verður dreift landið og munu íbúar Reykjanesbæjar geta nálgast hana í bókasafni Reykjanesbæjar og í sundmiðstöðinni við Sunnubraut. Sérstök áhersla verður á kórastarf á Íslandi og verður nýtt kóralag sem samið var við ljóð Þórarins Eldjárns, ávarp fjallkonunnar 2015, flutt 17. júní af kórafólki úr kórum bæjarins. Auk þess býður forsætisráðuneytið upp á lýðveldisafmælis köku á þjóðhátíðardaginn. Ég vil því hvetja alla íbúa Reykjanesbæjar til að taka þátt og gera sér glaðan dag á þjóðhátíðardegi Íslendinga og gæða sér á þessari lýðveldisafmælis köku. Nú, 10. mál, það bön, barna- og ungmennahátíð Reykjanesbæjar, en hún fór fram dagana 2. til 12. maí síðastliðin og það bil voru 60 dagskrárliðir þar að finna og þáttaka öll ókeypis. Markmiðið með hátíðinni eru meðal annars að auka lífsgæði og vellíðan barna og íbúa Reykjanesbæjar, jafnframt að skapa vettvang fyrir börn og fjölskyldur til virkrar þáttöku í samfélaginu. Þáttaka í allir dagskrár hátíðinnar var með eindæmum góð og sem dæmi má nefna voru 5.300 manns sem heimsóttu listahátíð barna og ungmenna og sóttu smiður dús safnahúsa þá 11 daga sem hátíðin stóð yfir. Fyrir mér það ljóst að þessi hátíð ein mesta prýði Reykjanesbæjar sem önnur sveitafélög líta til með öfundaraugum og því nauðsynlegt að tryggja fjármagn í hana til framtíðar. Ég þakka gott ljóð. Kæra þakki fyrir þetta. Valgerður Björk Pálsdóttir, gjörðu svo vel. Virðulegi forseti, bæjarfulltrúar, bæjarstjóri, erfitt alltaf að koma eftir ræðumanninum. Það voru góður rómur. Mér langar að ræða mál númer 1 á fundi menningar- og þjónusturáðs. Ég vil bara lýsa mikilli ánægju með styrktarsjóð hljómahallar þar sem tilgangurinn að auka aðgengi hópa að viðburðarhaldi í sviðslistum í sölum hljómahallar sem myndu annars ekki eiga að kosta viðburðarhaldi í húsinu. Einnig markmiðið að styðja við að fjölbreyttur hópur listafólks fái tækifæri til að koma fram í hljómahöll, auka menningarlíf í Reykjanesbæ og auka nýtingu á salarkynnum og aðstöðu í hljómahöll. Þegar við í meirihluta bæjarstjórnar byrjuðum að ræða hvernig hægt var að opna hljómahöll enn meira, gera hana aðgengilegri öllum bæjarbúum og nýta salina enn betur til fjölbreytts viðburðarhalds, komu upp alls konar pælingar hvernig best væri að gera það. Ég hafði nýlega heyrt hlaðvarpsviðtal við Diljá Péturs í Eurovision-stjörnu og Steina í hljómsveitinni Midnight Librarian sem var þá upprennandi hljómsveit hér á Suðurnesjunum. Þáttastjórnandinn spyr Steina hvort það sé ekki gott að koma af Suðurnesjunum þar sem mikið af tónlistarfólki hefur í gegnum tíðina komið héðan. Steini tekur undir það en segir svo, með leyfi forseta, tilvitnun hefst: Já, það hefur samt minnkað alveg eitthvað. Mér finnst eins og það hafi minnkað áhugin hjá bænum að styðja þetta. Þú getur ekki bara farið og sagt, heyrðu, ég er í hljómsveit og okkur vantar aðstöðu. Er eitthvað sem þið getið gert? Jafnvel, við getum spilað frítt fyrir ykkur. Við leituðum allstaðar á Suðurnesjunum en það var ekki neitt að frétta. Ástin er alveg mikil fyrir tónlistinni en eiginlega bara fyrir gömlu tónlistinni. Það er ekki jafn mikið verið að peppa nýju tónlistamennina. Tilvitnun lýkur. Þannig að ég heyrði svo að þessu upprennandi hljómsveit með ungu fólki af Suðurnesjunum hefði ekki átt erfitt með að fjármagna leigu á sal í hljómahöllinni
Eðlilega þar sem uppleggið hér í þessu húsi hefur svo sem alltaf verið að hafa samkeppnishæft verð á sölunum. En maður velti samt fyrir sér hvort það væri ekki hægt að gera eitthvað í þessu þar sem Berg og Stapi oft laus nokkur kvöld í viku. Þannig að við Sverrir og Trausti, fulltrúar í menningaráði, ræddu þessi mál við framkvæmdastjóra Hljómahallar sem tók mjög vel í hugmyndina og lagði drög að þessu styrktarsjóði sem nú mun færa okkur afar fjölbreytta viðburði sem líklega hafa ekki oft sést áður í þessu húsi, allavega eitthvað, eins og til dæmis tilrauna leikhús umsækjanda alþjóðlega vernd, tónleikar fyrir eldri borgara Grindavíkur, tónleikar með hljómsveitinni Demo sem hljómsveit með ungu fólki af Suðurnesjunum og kór og samveru tónleikar fyrir Grindvíkinga með kór Grindavíkur dætra. Takk. Kærar þakkir fyrir þetta frábæra innlegg. Forseti þarf að hlusta á þetta. Og þetta einmitt það sem að skiptir svo miklu máli í okkar starfi og ég tek undir og hér á nokkur bæjarfulltrúar rættu fund ungbarnaráðs sem var hérna áðan að við þurfum aðeins að hugsa út fyrir kassan, gera eitthvað nýtt, gera eitthvað skemmtilegt, hvað getum við gert fyrir okkar íbúa. Það svolítið kjarninn í þessu. Forseti vil taka undir fyrir bæjarfulltrúum sem hafa komið hér upp og fagna sérstaklega þessu breyttu styrktarverkefni. Það að segja að fólk geti komið hér inn og það strax komin alveg nokkuð verkefni á dagskrá og verður mjög gaman að fylgjast með þessu. Nú, forseti vill einnig taka undir og hrósa okkar frábæra starfsfólki sem að bjóti baunahátíðina og maður sér svona hefðbundnar barnahátíðir, kannski 2 daga, við erum með 11 daga og sýnir kannski hvað þetta er stórt og skemmtilegt og virkilega frábært framtak fyrir þessi fjöldabörn okkar í sveitarfélaginu og eflaust fyrir aðra sem koma til okkar til að njóta þessara hátíðar. Bara virkilega vel gert. Nú fundargerðin ennþá laus til umræðu. Hafa ekki fleiri hvatt sér hljóðs. Þessi samþykkt geta fundargerð menningar og þjónusturáðs frá 17. maí vinsamlega skefið merki og hún samþykkt af öllum greiddum atkvæðum. Nú þá erum við hér komin að máli númer 7 í fundargerð bæjarstjórnar forseta kosningar málanna 1. júní 2024 kosning undir kjörstjórnar. Nú hér liggur fyrir fundurum listi yfir 45 einstaklingar sem lagður fram af yfirkjörstjórn og viðkomandi einstaklingar verða þá hér staðfesti til 1 árs í undirkjörstjórn í samræmi við 17. grein kosningalaga númer 115 frá 2021. Forseti vill fagna því að þarna eru 5 karlmenn komnir á skrá og ætla forseti ekki að lesa upp nöfn þessara einstaklinga en verkefnið alltaf að fjölga þarna í undirkjörstjórn íbúum sem hafa ekki íslensku sem móðurmál og karlmönnum þar sem þetta er yfirleitt 99% kvenmenn sem taka þarna þátt. Orðið er laust þennan fundarlið. Það hefur enginn hvatt sér hljóðs. Þessi samþykkt geta fyrirliggjandi tillögu yfirkjörstjórnar kosning og undirkjörstjórn vinsamlega skefið merki og hún samþykkt af öllum greiddum atkvæðum. Nú þá erum við komin í 8. lið sem bæjarfulltrúar samþykktu áðan gjald vegna byggingaréttar og innviða en hér kemur til bæjarstjórnar drög að samþykkt gjaldtöku innviða og byggingaréttargjalds í Reykjanesbæ til fyrri umræðu. Nú þetta mál hefur verið til umræðu í bæjarráði í nokkrar vikur þar sem við höfum fengið ráðgjafa til að leiðbeina sveitarfélaginu í málinu. Ljóst er að allnokkur sveitarfélög eru þegar með slíkt gjald hjá sér en bæjarráð telur að ef fram heldur sem horfir og íbúafjölgun í Reykjanesbæ verður jafn ör næsta áratuginn og þann síðasta megi gera ráð fyrir að fjárfestingar í nýjum innviðum svo sem leik- og grunnskólum, íþróttamannvirkjum, menningarhúsum, margvíslegum úrræðum á vegum félagsþjónustunnar og svo fram eftir götunum muni fjárfestingar nema á bilinu 50 til 60 milljörðum til ásins 2035. Það er alveg ljóst að þrátt fyrir að rekstur sveitarfélagsins gangi smá saman betur, mun veltufé frá rekstri frá grunnstarfsemi A-hluta bæjarstjórn ekki duga til að standa straum af slíkum fjárfestingum eðlilega. Nú í ljósi þessara gríða miklu fjárfestingar í takt við stækkun bæjarfélagsins og fjölgun íbúa er alveg skýrt að við sem sveitarfélag verðum ekki sjálfbæri í slíku árferði til lengri tíma og því hefur við horft til þess að innleiða þetta úrræði. Hér er því orðið laust samþykkt gjaldtöku innviða byggingaréttargjalds.
Hér hefur enginn hvatt sér hljóðs. Þeir sem samþykkt geta að vísa samþykkt gjaldtöku innviða og byggingarréttargjalds til síðari umræðu í bæjarstjórn vinsamlegast gefi merki. Það samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Nú hér formleg dagskrá bæjarstjórnar tæmd og fundargerð bæjarstjórnar verður undirrituð rafrænt og því lýsi ég bæjarstjórnarfundi Reykjanesbæjar nr. 676 hér með slitið.